samfélagana á Suðurlandi hjartanlega velkomin á þennan opna fund með Árna Páli, Árnýju, Örnu, Guðmundi og Nirli og hérna eiga skemmtilega samræðu flokkinn okkar, Samfylkinguna og jafnaðarstefnuna í kvöld. Og hún Eva hérna að stilla græjuna þannig að þetta allt á beinni á netinu. Það nútímalegt og fólk getur sem sagt setið heima og fylgst með fundinum. Og Árni sagði mér áðan að það hefðu hundruð manna fylgst með streymi af sumum fundana sem að þau hafa verið að fara á honum allt land í Samfylkingarfélögum og halda fundi undir yfirskriftinni hvernig vinnur Samfylkingin. Árni vakti mikla athygli þegar hann steig það skref á dögunum að skrifa bréf þar sem hann rækti ýmislegt sem hann taldi að betur hefði mátt fara á stjórnartíð Samfylkingar og það mátti segja að það hafi seinkindis hverjum það og hvaða mál voru nefnd og svo framvegis. Þetta sprengdi stöðuna og núna á sér stað mikil umræða Samfylkinguna, framtíð hennar og stöðu og kærkomið tækifæri fyrir okkur að fá að ræða þetta við formann okkar, þingmenn, sveitarstjórnarmenn og aðra forystumenn. Þannig að við ætlum að hafa þann háttinn á þau tala hérna í þeirri röð sem ég nefndi áðan. Fyrirspyrjendur og þeir sem vilja koma með athugasemdir eða ávarpa fundinn og frummælendurna eru bennir að koma hérna upp svona í þeim tilfellum sem þeir vilja og geta og treysta sig til þá nemur útsendingina betur en auðvitað mega menn tala sætum sínum ef þeir kjósa og þurfa. Það er ekkert en endilega koma upp þeir sem að það gera. En þá ætlum ég að bjóða formann Samfylkingarinnar, Árna Páll Árnason, velkomin í pontu, blessuð velkomin. Já, komið þið sæl og takk ykkur fyrir boðið að koma hingað. Það hafði nú staðið til að fara landið og funda með Samfylkingarfólki þessa mánuðina en svona þeir fundir auðvitað taka þessu svolítið annan blæ í ljósi ákvarðana sem teknar hafa verið að flýta mögulegu formannskjöri og halda landsfund á vori komanda þannig að við komum saman 3. og 4. júní næstkomandi og ég taldi þörf á því að senda flokksfólki bréf í kjölfar þeirra frétta og fara yfir stöðuna í fullri einlægni og af hreinskilni. Og ég sagði því bréfi og ég meina það heitt og innilega að ég held að eins og staðan er núna að þá skipta ekki máli hverju formann af Samfylkingar. Það þurfi ýmislegt að breytast og við þurfum að taka okkur takt. Þess vegna er nú kannski yfirskrift þessa fundar og annarra slíkra ágætt hvernig vinnur Samfylkingin því að það höfðar til þetta tvíræði yfirskrift og vísar annars vegar til þess hvernig við vinnum sem flokkur og vinnum úr okkar málum og vinnum saman og líka hvernig við vinnum sigra og komumst til aukin áhrif. Ég held að við getum ekki vænst þess að ná fylgi eins og við viljum ef að ásýnd okkar er jafn sundurlaus og líkt uppbyggilega og hún hefur verið undanfarin misseri. Þetta er búið að vera mjög skrítinn og erfiður tími og það er brýnt fyrir okkur að takast á við það að átt okkur á því hvað er það sem er að valda því við náum ekki vopnum okkar, taka á því og ná viðstöðum. Og hluti af því er það að við höfum ekki haft sömu svör stórar spurningar eða af hverju við komum ekki stórum baráttumálum í höfn á síðasta kjörtímabili. Og nú væri það kannski ekki vandamál að hafa ekki samræmd svör það ef að þessi mál væri bara smámál, skipta ekki máli. En þannig er það ekki. Það eru stór mál sem skipta grundvallaratriði fyrir okkar fólk, stuðningsfólk okkar og það er vandamál ef við getum ekki útskýrt
af hverju við komum ekki fiskveiðistjórnarmálinu í höfn og af hverju við komum ekki aðildarumsókninni í höfn og svo framvegis og framvegis. Og við þurfum líka og það brýnt vegna þess að alveg sama hvað við höfum viljað setja framtíðin á dagskrá og það verður ekkert skort á það og við höfum unnið gríðarlega vel á þessu kjörtímabili að mörgu leyti í því efni, komum með alls konar stefnuútspil og hugmyndir, en athyglin hefur verið á þessi mál úr fortíðinni og þau tekið svona einu stundum kannast með það og það er ekki fjarri lagi að spurningar fortíðina og síðasta kjörtímabil og þetta málið og hitt hafi tekið svona helmingin af öllum viðtölum sem ég hef farið í á allt þetta kjörtímabil. Og þá lítill tími eftir til að tala framtíðina. Og síðan eftir síðasta landsfund hafa bæst við spurningar veikt umboðsformanns og hversu illa hann stæði með eitt atkvæði baki sér af landsfundi og það ekki verið til að bæta stöðu. Og það mjög brýnt að höggva þannig hnút og að formaður flokksins fái skýrt umboð með allsherjar atkvæðagreiðslu sem boðað verið til núna í aðdraganda landsfundarins í vor. Það gríðarlega mikilvægt að Samfylkingin sé í stakk búin til þess að vera trúverða fyrir þjóðina. Það bara þannig. Við sjáum núna Pírata með mjög mikið fylgi, umbóta sinnas fólks. Fylgið hefur verið að færast þetta kjörtímabil, en eiginlega allt þetta kjörtímabil það þannig að 65–70% kjósenda hafa stutt stjórnarandstöðuflokkana. Ríkisstjórnin hefur í meira en 2 ár mælst með 30–35% fylgi. Það ekki síst vegna öflugra stjórnarandstöðu okkar og það ekki síst vegna þess að við höfum sett réttlætismál á oddinn. En þjóðin síðan treystir einhverjum öðrum til að fylgja þeim fram. Og það trúverðuleika spurning sem við getum ekki sleppt í að horfast í augu við. Það eitthvað sem við höldum líka að þegar Píratar taka upp sjávarútvegsstefnu okkar, þá taka þeir stönd upp á við. Hún nú ekki verri en svo. En okkur ekki treyst einhver hluta vegna. Og við þurfum að takast á við þá spurning. Ég held að það sé óskaplega mikilvægt að við séum búin að gera þessi málu upp sem allra fyrst. Þess vegna mjög gott að við fá landsfund núna á voru komanda til þess að geta sett fram trúverðuga sýn í allra kostum. Mikla fylgi sem Píratar hafa, það getur færst til og það allar líkur á því að það verði einhverjar tilfærslur og fylgi í allra kostum. Og góður maður hefur stundum líkt þessu við það væri eins og þessi síðustu ára þá hefði 65% þjóðarinnar verið í íbúð stjórnarandstöðunar. Svona ef maður gefur segir að þetta sé bara tveggja íbúðahús, íbúð stjórnarandstöðunar og íbúð ríkisstjórnarinnar. Og það í meira 2 ár 65% búin að vera í íbúð stjórnarandstöðunar. Fólk hefur færst þar milli herbergi. Samfylkingin hefur það ekki og það ekki margir í því herbergi. En einhvern tíma mun fólk færa sig áfram. Fólk hefur fært sig á þessu kjörtímabili. Það var lengi vel með bjartri framtíð í borðstofunni þar sem var mikið fjör og Róbert og Gummi skemmtu með hljóðfæraslætt og söng eins og þeim einum lagi. Síðan flutti fólk sig yfir til okkar tíma og færði sig svo aftur til Pírata og þar núna fjörið í eldhúsinu hjá Píratunum en einhvern tíma mun fólk færa sig af. Þá skiptir höfuðmáli að herbergi Samfylkingarinnar sé ekki með lokað hurð. Það skiptir höfuðmáli að Samfylkingafólk sé ekki upptekið að því að kenna hvert öðru eða frasa við fólktíðina, heldur sé tilbúið að horfast í augu við fólk og eiga að opna rökræðið með heilindum og hreinskiptni í öndvegi við þá sem að framfram fara. Og þannig setja fram trúverðuga sín. Þetta ég sé mikilvægt verkefni okkar núna
Ég ætla ekki að hafa einn inngang lengri, sem er bara gaman að heyra hvernig þið lesa stöðuna, hvað þið teljið brýnast að verði gert. Ég held að við stöndum fram með í þeirri stöðu að það er svo mikið þörf fyrir sósíaldemokrátískan flokk að það er ekki hægt að lýsa því of. Við höfum ríkisstjórn sem hefur staðið fyrir margháttaðri öfurþróun. Flest stefnufrumkvæðinnar hefur smiðað því, ekki bara draga á skattbyrðin þeirra sem best hafa það, heldur líka að fækka tækifærum hinna og breytingarnar í skólakerfinu það var einhver áberandi með þeim hægt að draga á möguleikum þeirra sem að minna hafa milli handana, þeirra sem að einhvern tíma verða fyrir áfótum í skólagöngu og svo framvegis og framvegis. Og síðan er þessi ríkisstjórn núna með í höndunum bankakerfi sem er allt og stór og hefur boðað söluráði og það er allir saman það að enginn er að kaupa það. Og hættan er svo að þetta er enn gangi, alveg eins og oft hefur áður gert í íslensku sögu, finna einhverja vel tengda vildarvinn sem fá að kaupa banka, fá að eignast aðstöðu sem ríkið hefur. Og það er grundvallaratriði að jafnaðarmenn verði í stjórnvölinn á þessum örlagatímum þegar kemur að ég að taka ákvarðanir sem geta skipt mjög miklu máli aðstöðu milli þjóðfélagshópa næstu áratuginn, möguleika fólks til þess að fá fullnægjandi tækifæri í lífinu og líka að koma í veg fyrir að gamalgrónar forréttindastéttir gerir enn einn ganginn, sest að kjötkontrólnum og fengi gefins ríkiseignir og stjórna landinu í krafti þeirra næstu áratuginn. Viltu ég hafa þetta lengra? Takka fyrir gott hljóð fyrir byrjun og svo verður gaman að taka þátt í umræðum á þetta. Takk fyrir þennan góða einhverjum og þá verður það Oddný G. Harðardóttir þingmaður fyrir svona. Komið sælir kæru félagar. Já, við þurfum að læra leikslunni. Við þurfum að læra því sem við gerum vel. Gera okkur stolt og glöð og líka auðvitað af mistökum. Vandinn við þetta allt saman er það að við hvert og eitt okkar erum að upplifa hlutina með margvíslegum hætti. Og ef ég líti við síðasta kjörtímabil þá var mjög margt sem ég get verið stolt af. En auðvitað er það þannig þegar maður horfir öll og lítur á hlutinni í ljósi sögunar að þá getur maður sagt, maður hefði kannski eftir að hafa þetta fyrir í öðruvísi. En það sem að hrjáði okkur á síðasta kjörtímabili, eitt af því, var á eftir okkur voru gjammandi hælbítar allt kjörtímabili. Og það var stanslaust PR-stríð sem við tökum. Og kosningarnar fóru síðan eins og þær fóru og við höfum ekki einhvern veginn verið í mjög fínu standi eftir þær og því verðum við að breyta. Hægri flokkarnir komu og þau varhoppandi inn í ráðuneytið eftir að við vorum búin að taka til og nýttu þennan ávinning sem við vorum búin að setja grunninn undir til þess að gera vel við fólk sem hafði það ágætt fyrir. Típist hægri stjórn sem að lækkar gjöld og skatta á þá sem að hafa nóg fyrir, sem að fer inn í stóru kerfin okkar sem við erum búin að byggja upp saman, einkavæði í heilbrigðiskerfinu eða einhver áherslu á einkarekstur þar og fer illa með aldraða og öryrkja eins og þessi hægri stjórn sem að við höfum orðið vitni á þeirra verkum
Og svo slógu þeir af áætlanir okkar til dæmis í byggðamálum og í ferðamanna, uppbygging á ferðamannastöðum og vegaframkvæmdum. Og svo montaði sig svolítið á okkar verkum, eins og þeir eru nýbúin að monta sig mikið af gjaldfrjálsum tannlækningum barna, en það var eitthvað sem við komum á. Mér finnst það algjörlega óþolandi þegar við koma í fjölmiðla og skreita sig með fjörðunum okkar. Og þegar ég var að keyra hingað þá hlustaði ég á forsætisráðherra gleðjast yfir því, og auðvitað gleðjumst við öll yfir því, að staða ríkissjóðs og ríkisreiknings er betri núna en áður vegna stöðugleika framlaga. Og auðvitað er það ekki beinharðir peningar, heldur eru það eignir sem eru verðmettar og settar upp í reikningin sem að lítur þá mjög vel út. En þetta hefði aldrei verið hægt nema fyrir lög sem að við samþykktum 12. mars 2012 sem kom erlendum eignum búana, þrotabúana, undir höftin. Og það er þeim að þingmönnum þakka sem að samþykktu þau lög. Það voru ekki sjálfstæðismenn, það er Framsóknarmenn. Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði gegn þeim lögum og Framsóknarmenn sátu hjá. En þeir eru hins vegar að uppskera núna og láta eins og þetta sé þeirra verk. Þetta finnst mér, kæru félag, algjörlega óþolandi. Og þeir sem sagt, eins og ég sagði, komu í upphafi kjörtímabilsins varhópandi inn í ráðuneytin, tilbúin til að telja í nýja lista. Og við þurfum að segja stopp, hingað og ekki lengur. Og segja frá því hvernig við ætlum að gera hlutina öðruvísi, hvernig ætlum við að byggja upp heilbrigðiskerfið, hvernig og sýna fólki að við ætlum til dæmis að taka á því að Íslendingar eru að borga bara yfir borðið og eigin vasa allt og mikið til læknisþjónustu er. Hvernig verður áætlunin okkar í uppbyggingu hjúkrunarheimila? Og auðvitað munum við snúa við þessu ólíklandi gagnvart öldruðum og öryrkjum, því við munum aldrei leyfa það að þeim sem haldið fátækustum af öllum í landinu og á verri kjörum heldur en þeir sem eru á lægstu launatöxtunum. Þeir sem eru á lægstu launatöxtunum eru þar auðvitað bara í smá tíma sem betur þeir langflestir og hafa tækifæri til þess að vinna sér upp. En þeir sem hafa bara greiðslur frá Tryggingastofnun eru ekki í þeim færum og hægristjórnin heldur þeim fátækustum á Íslandi og það er óþolandi. Nú ég geti haldið svona áfram að telja upp hvað þessi hægristjórn er að gera og að við jafnaðarmenn erum í algjöru dauðafæri til þess að sýna þjóðinni og kjósendum hvernig við myndum gera þetta öðruvísi. Okkur hefur ekki tekist það. Okkur hefur ekki tekist að setja málin okkar þannig á dagskrá að eftir því sem tekið og að hreyfi við fólki og hlýfi þau með. En það er það sem við þurfum að gera. Og við þurfum að finna leiðir til þess að kalla alla jafnaðarmenn upp á dekk. Því að það er verk að vinna. Og við þurfum, samfylkingin þarf að vera stór. Ég mjög stýra að koma á kosningum. Kostninga, en það verður mjög fyrir þess að við þurfum að vera stór til þess að geta gert grundvallarbreytingar. Þess vegna skiptir það svo miklu máli. Og svo þurfum við að vera stórir til þess að koma okkur þaðan. Og svo hlakka ég til að heyra í ykkur fyrir kvöld. Takk. Kæra þakkir fyrir þáttinn. Þá er komið að fulltrúum og sveitarstjórnunum þremur hér, Árborg, Ölfus og Hveragerði. Og fyrst ætlar að stíga í borð til Arna í Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Árborg. Gjörðu svo vel, Arna. Já, góði fundarmenn. Gaman að vera með ykkur í kvöld. Ég ætla nú svona bara aðeins að setti svona nokkrar hugrenningar á blað svona mínar hugsanir í þessu ölduróti öllu sem við höfum verið í flokknum. Maður hefur þetta
þetta hefur auðvitað haft mikil áhrif á mann á margan hátt. En það hefur verið mikið rætt og ritað slakt gengi samfélgarna í skoðanakönnunum á undanförnu. Og menn hafa tekist nokkuð harkalega á hverjar séu helstu ástæðurnar fyrir því og sitt sýnist hverjum. Ég ætla nú ekki að dvelja of lengi við það, en mér hefur fundist fólk á stundum verða heldur harðort í garð hvers annars. Það hefur verið mikið skrifað og svona tekist á víða inn á samfélagsmiðlum og annars staðar. Og af því að hverjum og einum finnst sín upplifun og stöðunni réttust. Árni Páll talaði einmitt það hérna áðan í sinni ræðu. Og ég upplifi þetta svolítið af því ég nú hérna félagsráðgjafi, þá fæ ég þá tilfinninguna að þetta sé svolítið við í samfélagum, þetta eins og hjá fjölskyldu sem lendir í áfalli, þar sem enginn í fjölskyldunni upplifir áfallið eins. Og það getur farið eftir því hvar maður staddur þegar áfallið dundi yfir, hvar maður í systkinaröðinni, hversu gamall maður á hvaða kyni maður við hvern maður talaði fyrst og svo mætti lengi telja. Þrátt fyrir að upplifun fjölskyldumeðlima sé mjög ólík, þá engin upplifun réttari en önnur. Og það engin upplifun röng. Það eiga allar upplifunum rétt á sig. Og þannig það einmitt í okkar flokki. Við þurfum að vera duglegri við að hlusta betur á hvert annað og bera virðingu fyrir ólíkum skoðunum hvers annars. Eins og staðan í dag, þá mjög erfitt að finna ástríðun og eldmóðin fyrir því að starfa í pólitík, þegar ástandið eins og það hefur verið. Og síðustu misseri, þá ég að játa, ég hef oft spurt með þeirra spurningar, til hvers ég sé að taka þátt í þessari blessuðu pólitík. Til hvers maður að taka þátt í þessu pólitíska vafstri að því virðist eingöngu til að afla sér óvinsæl. Þýðir eitthvað að vera að berjast í þessu? Mun þetta skilja eitthvað? Ég hef komist af eftirfarandi niðurstöðum meðal annars að á meðan við getum notað fjármuni að einkavæða heilsugæsluna á sama tíma og rúmlega 700 börn bíða eftir þjónustu greiningarstöðvar Þroskahjálparstöðvar, þá ég virk í pólitík. Á meðan skattar eru lækkaðir á hátekjufólk og við getum ekki veitt krabbameinsveiku fólki fría læknismeðferð, þá ég virk í pólitík. Á meðan veiðigjöld eru lækkuð en við getum ekki veitt þeim sem eru 25 ára og eldri aðgang að stúdentsbrautum framhaldsskólanna, þá ég virk í pólitík. Á meðan við getum ekki boðið ungum fjölskyldum öruggt húsnæði og viðráðanlegum kjörum, þá ég virk í pólitík. Á meðan biðlistar eftir hjúkrunarrýmum lengjast og fátt lausnir í sjónmáli, þá ég virk í pólitík. Á meðan einkavinnuvæðing grasserar í formi þess að sumir hafa greiðari aðgang að kjötköllunum þegar einkavæða skal opinber verkefni og selja vildarvinum eignir, þá við í pólitík. Þessi fáu dæmi sýna hvernig núverandi stjórnarflokkar halda stöðugt áfram við að taka sérhagsmuni fram yfir almannahagsmuni. Við vitum auðvitað að slík stefna eykur ójöfnuð í samfélaginu og einfaldlega óþolandi. Á meðan áherslunar og forgangsröðun á stjórnarheimilinu í takt við þetta, þá hreinlega mér að mæta. Við verðum að berjast áfram með hugsanir jafnaðarstefnunnar á vopni til þess að vinna á auknum jöfnuði gegn sérhagsmunum. Ég hef það óbilandi trú að jafnaðarstefnan hjálpa okkur best til að leysa þau verkefni sem við stöndum fram fyrir í dag sem og önnur framtíðarverkefni. Mínimalískur lífstíl þegar við að ryðja sér til rúms að undanförnu. Ég held að Samfylkingin ætti að tileinka sér mínimalískan lífstíl með því að einfalda málflutning sinn. Mikilvægustu málin. Við eigum að tala mikið stóru málin, mikilvægustu málin. Við eigum að tala mikið heilbrigðismálin, húsnæðismálin, menntamálin, umhverfismálin, jafnréttismálin og mannréttindamálin. Við eigum að tala aðalatriðin, ekki týna okkur í flóknum útskýringum á smáatriðum. Ef að Samfylkingin ætlar sig að vera svo breiðfylking sem hún vill vera, þá þarf hún að læra að hlusta betur. Hún þarf að hlusta betur á flokksfélaga, hlusta betur á verkalýðshreyfinguna, hlusta betur á alls kyns félagasamtök, hlusta betur á fagfólk, hlusta betur á atvinnulífið, hlusta betur á almenning í landinu og hlusta betur á alla þá sem vilja taka þátt í að leysa þau verkefni sem við stöndum fram fyrir. Pólitískt landslag á Íslandi hefur breyst gríðarlega síðastliðin ár í kjölfar hrunsins. Fólk breytist og skoðanir þess breytast. Við þetta breytast þær áskoranir sem við stöndum fram fyrir.
Ef að Samfylkingin ætlar sér að ná sínum markmiðum og vinna sínum hugsunum brautargengi, þá verðum við að breyta vinnubrögðum. Ég skil okkur eftir með þetta. Takk fyrir. Kæra þakkir fyrir þetta flotta erindi. Þá er það Njörður Helgason. Sigurðsson. Komið sæl. Aðeins til þess að kynna mig þá kem ég úr Hveragerði og er bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar þar ásamt Viktoríu sem hér situr. Ég var varabæjarfulltrúi á síðasta kjörtímabili fyrir A-listan í Hveragerði sem var sameiginlegt framboð Samfylkingar, VG og Framsóknar. Og staðan er þannig nú í bæjarstjórn að við Viktoría situm í minnihluta ásamt einum fulltrúa frá Framsókn og sjálfstæðismenn hafa 4 menn þar. En það sem við langar aðeins að ræðum hér, ég ætla að segja ykkur aðeins frá því hvernig við höfum verið að vinna auknu gagnsæi og opna stjórnsýsluna í Hveragerði. Þetta tel ég afar mikilvægt. Og þetta er eitthvað sem að Samfylkingin hefur beitt sér fyrir á þinginu og þessi löggjöf á síðasta kjörtímabili. Nú, dæmi, við lögum fram tillögum að koma á beinum útsetningum á bæjarstjórnarfundum, upptöku af bæjarstjórnarfundum hefur nú aðgengilega vefnum, siðareglur, það kom frá okkur, skráning fjárhagslegra hagsmuna bæjarfulltrúa, það er nú líka komið á vefinn tillaga frá okkur og svo birting fundargagna á vefnu líka. Þannig að við erum búin að opna stjórnsýsluna hjá Hveragerðisbæ og gera þessar upplýsingar aðgengilega fyrir almenning allan til þess að skoða. Og það fylgir líka aðhald fyrir valdhafa hverju sinni. Það er eitthvað athyglisvert þegar ég settist niður í gærkvöldi og fór að taka þetta saman sem við höfum gert. Það nánast í hverju einasta af þessu máli sem við höfum sett fram, alltaf þurft að ítreka það og fylgja eftir. Við leggjum fram mál, það er samþykkt, ekkert gerist, við ítrekum jafnvel 2 á bæjarstjórnarfundi með tillögum þangað til að þessu reynt í framkvæmd. Það líður kannski 1,5–2 ár þá til nokkuð gerist í þessu máli. Nú þið vitið hér að krafan að almenningur fái meiri upplýsingar ákvarðanatöku og athafnir hins opinbera, hún er alltaf að aukast. Og þetta sést meðal annars í löggjöf frá síðasta kjörtímabili sem að mínu mati var afar mikilvægt að fá þetta inn í löggjöfina. Það má nefna nýju upplýsingalögin frá 2012 og sveitarstjórnarlögin frá 2011. Og í upplýsingalögunum eins og þið þekkið kannski það er að finna kafla endurnot opinberra upplýsinga. Það er jafnframt kveðið á að stjórnvöld skuli gera skrá yfir málsgögn og gögnin sjálf jafn óðum aðgengileg með rafrænum hætti. Og í sveitarstjórnarlögum sem dæmi þar segir að sveitarstjórn skuli upplýsa íbúa sínum áætlanir sem sveitarfélagi til meðferðar ákvörðunar og varða íbúa með almennum hætti. Sama gildir einstök mál sem hafa verulega þýðingu fyrir sveitarfélagið. Einnig á sveitarfélagið að leitast við að veita íbúum upplýsingar áhrif slíkra mál og þjónustu sveitarfélagsins. Og það er líka ákvæðum íbúakosningar, þar sem 20% atkvæðabæra manna geta farið fram á að það veri íbúakosningar um tiltekin mál. Þetta er því afar mikilvægt þegar við erum að horfa á gagnsæi og opna stjórnsýslu. Nú, ég held líka að sveitarfélagið séu skrefi framar heldur í ríki í þessum málum. Þið finnir alltaf það sveitarfélag á landinu sem ekki hefur sett fundargerðina sína út á vefinn. Ef þið horfið á ríkið og ríkisstofnanir þá er ekki mikið slíkt. Og núna eru sveitarfélagin einmitt að stíga sér skref líka að setja málsgögnin út, eða fundargögnin fyrir hverja fundi, fundargerðina hafi verið mörg ár. Og ég sá í fréttunum daginn það var fréttum úthlutun af safnliður ráðuneyta. Það var að birta hvernig því hafi verið úthlutað. Og það var ekki almenningi ljóst nema fyrir það að fréttablaði og vísi.is fór að spyrja þetta. Þetta er þetta gögn sem eiga bara að vera úti, svo við getum fylgst með því í hvað ríkið er að eyða hinu opinbera fé. Það er bara þannig.
Og annað dæmi frá Noregi, þeir eru mjög framan í þessu. Þeir hafa sett bara alla málaskrár út á vefinn. Þannig að þú getur fylgst nákvæmlega hvaða mál hið opinbera er að fást við hverju sinni. Og því fylgir aðhald. Þessu fylgja fjölmiðlar með út í Noregi. Nú hérna aðeins á lokum, en þú bara aðeins að fjalla þetta gagnsæi sem við þykir af mikilvægt. Það er bara Píratar sem að eiga það, heldur það miklu eldra. Og meðal annars eins og ég nefndi áðan sem að kemur fram í löggjöf frá síðasta kjörtímabili sem að kom frá ríkisstjórn sem Samfylkingin leiddi. Nú, ég sá fyrir ári síðan grein eftir Pál Harðarson í Fréttablaðinu. Sem er forstjóri Kauphallarinnar. Hann var að tala gagnsæi verðbréfaviðskiptum. Og hann kallaði greina sína gagnið af gagnsæinu. Og það færi mörg góð og gilt rök fyrir því að af hverju það hefur verið að auki gagnsæi í verðbréfaviðskiptum. Og mér fannst tvær setningar í greinina sem að finnst kristallega akkurat það sem við erum búin að vera að gera í Hveragerði undanfarin ár. Og held ég sé gott innleggið í þessu umræðum gagnsæi opna stjórnsýslu og ég ætla að enda á þessum orðum. Hann segir: sennilega stuðlar fátt jafnvel að vernd almannahagsmuna og gagnsæi. Gildir það á flestum sviðum þjóðlífsins. Það er óumdeilt að gagnsæi leiðir til vandaðri starfshátta og aukins jafnræðis. Hvort sem aðhald þess beinist að einkaaðilum eða opinberum aðilum. Takk fyrir. Takk fyrir. Og þá er það Guðmundur verður svo verið. Já, ég heiti Guðmundur Árgeirsson og er bæjarfulltrúi í Ölfusi. Ég ætla nú kannski aðeins að byrja að segja frá því að ástæða þess að ég kom hér í pontu er að ég vaknaði bókstaflega í fílu aðferðum á fimmtudags í boði Lýsis, Hausafylgjunar Lýsis, og ég reyndi fram á númerinu og fór að skrifa harðvört bréf til Heilbrigðiseftirlitsins og Matvælastofnunar og svo í framhald því að lesa tölvupóst frá Samfylkingunni og sá þetta fundarboð. Það var að tala bæjarfulltrúa frá Árborg og meira segja frá Hveragerði. Þannig að það fyrir eitthvað í mig og ég skrifaði póst og niðurstaðan þess að vera hent hérna í pontu og ég var að ég rann við fyrir dag, þannig ég fór að skrifa eitthvað að blaða náðan. En eins og Árni sagði svo hvernig vinnur Samfylkingin, þetta getur verið út frá fremur. En ég segi Samfylkingin á að vinna út frá jafnaðarmannastefnunni en ekki tækifærispólitík. Samfylkingin á ekki farið í ríkisstjórn til þess að eins að verma stólana eins og mér sýndist að vera þegar við fórum í ríkisstjórn í Sjálfstæðisflokknum. Og eftir þeirra langa setu þá fannst mér vanta að við sæjum það að væri verið að velta við steinum. Nú, heilbrigðismálin í molum hér á landi svo allir vita hvað var það mönnum og aðstöðu. Greiðsluhluti sjúklinga eru komin út yfir þolmörk eins og vinnandi manns. Hvað þá heldur horft út frá öryrkjum og eldri borgurum. Í tali mínu vil ég skilja milli tilfallandi lækniskostnaðar og tilfallandi veikinda. Samfylkingin á að leggja áherslu á að þeir sem lendir lífshættulegum veikindum og langvinnum veikindum fái þá aðstöðu sem þörf er á og að tak verði sett á greiðsluþátttöku. Við viljum ekki bandaríska kerfi þar sem efnahagur ræðust í hvaða læknishjálp er í boði. Því miður er svo komið hér á landi að veikist launafólk alvarlega er það ávísun á fátækt. Svo er það þau sem eiga langtímaveik börn, þar er vandinn svakalegur. Ef ekki væri fyrir hinn ýmsa félagsamtök sem hægt er að leita til, væri ástandið óbærilegt með öllum. Við í samfélaginu Íslandi eigum að hafa sama rétt til heilbrigðisþjónustu og Samfylkingin á að leggja þunga áherslu á það og hvika hvergi frá þeirri stefnu. Nú, Samfylkingin verður að berjast gegn þeirri tísku sem er að svelta stofnanir út af borðinu. Hér er ég að tala löggæsluna, heilsugæsluna og skólana. Nærtækt dæmi hér í Héraði er Háskólinn að Reykjum í Ölfusi
Garðyrkjuskólinn var sameinaður Landbúnaðarháskólanum og svo einkennilega við til að fasteignir skólans voru ekki færðar undir fasteignir ríkisins. Skólinn fær ekki fé til viðhalds né endurbóta og neyðist til þess að taka afrekstrarfénu til að redda því allra brýnasta með þeim afleiðingum sem það hefur fyrir skólastarfið. Það er að sverta skólann út af borðinu og stofna í hættu jafnvel eyðileggja hin ýmsu rannsóknarverkefni sem sum hver hafa starfið yfir í áratugi og er enn í gangi. Talandi sverti þá er það einkennileg svo áratugi á ríkinu að láta fasteignir sínar drabbast niður í ónýtt. En sú stefna er sóun á vestum sótt og heyrum daglega fréttir af þessu. Svo er það borgin okkar. Vinnubrögðin í borginni er ekki að hjálpa samfylkingunni að mínu mati. Einstrengingsleg tuttaborði kemur niður á hinum efnaminni. Svokölluð þétting byggðar er klárlega að kyrkja borgina, byggja á upp á dýrum lóðum sem leiða af sér dýrar íbúðir sem er utan þess sem almennur leiðamaður mun ráða við. Samfylkingin situr nú sveitt annað kjörtímabil í röð í borginni og á sama tíma og er verið að skera niður í grunnþjónustu eru dregin upp verkefni á 10 milljóna króna eins og Mjólbakkanesveginn sem hefur verið í núverandi mynd í áratugi og ekkert kallar á skjótar breytingar á honum. Borginundirstjórn samfylkingarinnar er ekki fyrir ungar fjölskyldur eða þá sem eiga undir karl að sækja. Það er bara talað og talað að byggðar verða litlar ódýrar íbúðir og ekkert gerist. Allt þetta hefur áhrif á trúverðugleika. Fleira væri hægt að telja upp eins og einkennilegt upplögn og launsátri á landsfundi samfylkingarinnar. Hættum að slá fram loforðar frösum eins og Skjaldborg og heimili nema að við ætlum standa við þau og að við munum standa við þau. Svo er unga fólkið. Hvaða aðstoð fékk unga fólkið sem keypti sér íbúðir rétt fyrir hrun? Og þar væri að nefna lánsveðar og fleira sem voru þessum hópi mjög erfið. Ég þekki það á minni fjölskyldu að unga fólkið sér ekki bjarta framtíð hér á landi en það sum hver farin úr landi. Þau eru ekki að flytja á landi vegna þess að gott ástand hér gerir þeim kleift að flytja eins og Sigmundur Davíð heldur fram. Að vera með háskólagráðu dugar ekki einu sinni til að geta komið sér upp heimili eins og húsnæðisverð og vaxtamálin eru. Að lokum vil ég spyrja hvað samfylkingin geti gert til að styðja unga fólki okkar í að koma til þessu fótunum. Ætlum við að koma með frasan Skjaldborg ungar fjölskyldur. Hvað ætlum við að gera? Unga fólki sér greinilega ekki stefnu samfylkingarinnar í þeirra áfram. Takk. Takk fyrir þessar hressilegu brýningarvörður. Við vorum að spáði hvort að stundarnir vildi ekki standa á fætur nokkrar mínútur og fá sér að bakka sínu og kaffinu og ekki síst þeir sem heimasynda getur slitið sem frá tölvunni augnablik og sótt sér í bollan. En gjörðu svo vel og fyrirhlutin af fundinum er búinn og umræðurnar eftir, þannig að fínt að gíra þessu upp fá sér smá kaffi og með því.